Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS. Komið blessuð og sæl, að sunnan heilsar héðan frá Kirkjubæjarklaustri og á eftir ætlum við að fara í heimsókn í gula húsið á bak við búðina þar sem að lúðrasveit bæjarins býr. En viðkomustaðirnir verða fleiri eins og alltaf og sá fyrsti, Skaftholt, í Skeiða og Gnúpverjahreppi. Þar hefur verið rekið heimili og vinnustaður fyrir þá sem hafa þörf fyrir verndað umhverfi í 35 ár. Með það að markmiði að allir fái notið getu sinnar og hæfileika. Passa hausinn, þetta ekki gott sem fólk ekki sé á það. Ég passa mig. Svo svo dimmt hérna inni. Við flökkum líka milli nútíðar og fortíðar og förum allt aftur til Sturlungaaldar í heimsókn okkar að Keldum á Rangárvöllum. Fortíðin hins vegar töluvert nálagari þó hún komi sannarlega við sögu í héraðsskólanum á Laugarvatni, enda eiga margir ljúfar minningar úr því húsi sem hefur nú fengið nýtt og spennandi hlutverk. En við byrjum á því að fagna nýjum degi með heimilisfólkinu í Skaftholti. Við erum komin í Skaftholt. Þar dagurinn tekinn snemma og fyrstu morgunverkin eru í fjósinu. Eftir morgumatinn eiga svo allir saman fallega morgunstund áður en tekist á við verkefni dagsins. Allir bræður aftur verða, yndisvængjum þínum nær. Góðan daginn. Sumir fara í húsverkin, aðrir sinna bústörfum og allir njóta sín á eigin forsendum. Það hluti af hugmyndafræðinni sem hér í hávegum höfð og hefur verið alveg frá árinu 1980. Hér líka stundur lífræn ræktun og heimilið eins sjálfbært og mögulegt Þessi hugmyndafræði sem þið vinnið eftir hér, hún kennd við Rudolf Steiner. Hvað snýst hún? Hún byggir náttúrulega á því sem að Steiner setti fram á sínu tíma og kallaði antroposofí eða mannsspeki, við kallaði hann á íslensku. Og hún spannar raunverulega allt sem að finnst á milli himins og jarðar og himinn og jörð líka. Þannig það ekkert undanskilið. En eins og nafnið bendir til að þá fjallar hún náttúrulega gífurlega mikið mannin, okkur manneskjuna. Hvað við erum og hvernig við höfum þróast og þroskast og hvernig við getum unnið að því að þroska okkur sjálf og styðja aðra líka til sjálfsþroska. Ekki neitt, ekki sér hendur. Sestu með Guða, hún rúpa laginu. Já, og hvað heitir hún? Rjúpa. Rjúpa? Já. Hún eiginlega alveg eins og rjúpa litin. Hvað ertu búin að vera hérna lengi? Núna 9 ár núna, þetta árið 9 árið mitt núna í Skaftholti. Og hvernig finnst þér að vera hérna? Gaman, vinna skundum fósinu, skundum nýgóðsir, skundum í húsi, bland. Og alltaf nóg að gera? Já. Go. Og núna ertu hérna hjá hænun og hvert ferðin svo næst? Í æhúsi. Megum við koma með þér? Já. Það virðing fyrir lífinu, það virðing fyrir manneskjunni. Og það má segja þessi kjarninn í mannsbygginni. Eruð þið nánast alveg sjálfbær hérna? Við erum það í raun og veru með allt sem við getum framleitt hérna.
Við höfum náttúrulega fullt af matvælum hérna, við höfum okkar afurðir af búinu, við höfum okkar eigið kjöt, við höfum okkar eigin egg, við höfum mjölkina frá kúnum, við vinnum úr mjölkinu, við búum til osta og skýr og jógurt og við reynum að rækta fjölbreytt úrval af grænmeti og þannig að það nægir okkur gegnum árið. Er þetta vinkonur þínar? Sumar. En það, hver þeir best? Sokka. Hvernig gengur í ostagerðinni? Ja, það gengur bara ágætlega hér hjá okkur. Þetta er mjög skemmtilegt starf. Galdurinn er að maður þarf sinna honum vel á hverjum degi og ég held þetta er svona mikilvægast í þessu. Þetta er svona 5 til 8 osta í viku og þetta er svona umfærbi 5 kíló á ost. Og hvers konar ostur er þetta sem þið eru? Þetta er svona góða ostur. Og er þetta einhver leinu uppskrift? Nei, þú getur fundið þetta allstaðar. Þetta er bara þessi góða ostur sem er mjög svona, ja, í raun og veru frægur allstaðar sem er fyrst búin til í Hollandi og síðan egentlig á mörgum stöðum. En þú segir að maður þurfi eiginlega að hugsa hana hverjum degi. Hvað þarf maður að gera? Já, það sem maður þarf að gera er þarf á hverjum degi að strúka yfir af því það minnast alltaf eitthvað miklu og svo þarf að snúa honum. Þannig að það þarf að klappa honum? Klappa honum á hverjum degi, já, þetta er mikilvægt. Þetta er aðalgaldurinn við það. Ert þú stundum í ostagerðinni? Nei, ég var komið hingað, ég var fyrst ostagerð allir tíman. Ég var ekki lengur, ég er ekki mismækið gaman, ekki mikið ostagerð. Finnst þið skemmtilega að vera með dýrin? Að vinna úti, ekki mikið inni. Bara bland. Akkur fer þessi ekki út? Þú má ekki fara út, ekki. Má hann ekki fara út? Nei, bara vera inni, það er bara vera beit. Það er 8 decibel, búið lömp. Já. Þá 8 decibel bara hér með kindurna þá. Þannig að það má ekki hleypa honum út? Nei, þetta er fyrir, næst. Nú bíða þér bara eftir að þú hleypir þeim inn? Já, hann gefa heim. Hann er smá þættur, ekki búinn að vennast mannfólkinu ennþá hins út. Ekki búinn að testa, ekki búinn að vennast, ekki nei, mannfólkinu. Nei, er hann hræddur við okkur? Já, nei, þættur við, ekki búinn að vennast mannfólkinu af það. Sestu kom fá stónúpi, sestu kom fá. Hvernig finnst þér þróunin hafa verið svona hjá, já, ekki hjá ykkur, heldur restinni af veröldinni, svona undanfarin 35 ár? Hún stefnir í rétta átt, en mætti ganga hraðar. Því verði barnum í sungabinnu. Vetrarbirtan lýsti yfir Brangarvellina og það marraði í snjónum þegar við gengum að gamla bænum á Keldum. Gengum eiginlega lotningafull eftir hlaðinu og stigum þar með aftur til Sturlungaaldar. Drífa, er það ekki rétt að við hefðum getað staðið hér bara í þessum sporum á 12. öld og hort nánast á sömu myndina hérna? Jú, ég held að það geti alveg látið nærri, en auðvitað hefur bærinn þá kannski litið eitthvað öðruvísi út. En Jón Loftsson byggir hérna þennan bæ og hann deyr hér 1197. En það er fyrst getið Keldur í Njálu og þá var bærinn hérna hinum megin við lækinn. Og það var Ingjaldur á Keldum sem er getið í Njálu. Og svo hefur verið bara búið hér mann fram að manni alveg til 1947 þegar síðast er hægt að búa hér í þessum gamla bæ. Og þetta var alltaf stórbýli. Hér voru til dæmis tíma oft 20-30 manns í heimili. Þegar Jón Loftsson flytur hingað þá er þetta eins konar elliheimili hans. Því að það var orðið þröngt hann í Odda, sonur hans var náttúrulega tekið við búi og þannig að hér byggir hann sinn bæ og hann ætlaði að byggja klaustur og kannski hluti af gamla skálanum hefur verið klaustur en það hefur ekki verið hægt að sanna það en það fannst hér príorhringur einu sinni
En hann ætlaði sér þetta, að byggja klaustur hér, byggði kirkju og þetta var hins, svo segi, hans elli heimili og hér dó hann. Jæja, þetta anddyri sem við erum komin inn í hérna núna og hér til hægri handar búrið og beint framundan hlóðaeldhús. Hér fyrir ofan okkur kistuloft og svo vinstri handar þá skálinn, það sem eftir af honum og svo baðstofan og stofan og norðurhús og gestaherbergi og svona lítið eldhús og svo náttúrulega jarðgöngin í skálanum. Svo bjuggu náttúrulega hér margir merkismenn og konur og ég vilji þá nefna eina Steinvöru Sighvatsdóttur Sturlusonar sem bjó hér á Keldum og var mikil merkiskona og hún bjó hér með Hálfdánimanni sínum og ég alveg sannfærið það að jarðgöngin sem liggja hérna frá skálanum út að læk hefur hún látið gera því að hún hefur ekki viljað láta brenna sig inni í bænum. Þannig þetta hefur verið flottaleið til að komast í burtu ef að óvinni bara garði. Þau fundust 1932 að þá var það að grafa hérna út á hlaði og þá pompuðu menn bara ofan í göngin. Og þessi göng, hægt að nýta þau ennþá? Já, það hægt að fara inn í þau frá læknum en það sem að þau koma næst skálanum, þar þau lokuð til þess að varðveita þau alveg eins og þau voru. Svona var þetta og svona hefur þetta verið alveg frá í mörg 100 ár og þetta í rauninni alveg magnað að mínu mati að þetta skildi hafa varðveist og það náttúrulega bara þeim að þakka sem bjuggu hérna síðast, Skúla og Svanborgu, að þau vissu hvað það hafði mikið menningarlegt gildi og varðveittu því bæinn eins vel á þau gátu. Og þótti vænt hann og hérna, þess vegna hann til. En víðast hvar var náttúrulega öllu rutt til og bara allir vildi losna við gamla tíman. En hér var honum leyft að lifa áfram sem betur fyrr. Hugsa bara alla þá sem hafa gengið hér bæði höfðingjar og bettlarar og konur og kallar og börn og þetta rauninni algjörlega. Ef að steinarnir í veggjanum hér gætu talað og gætu sagt okkur margar sögur. Verðið þið einhvern vör við eitthvað hérna, svona? Nei, aldrei neitt. Alveg sama þá maður sé hér í myrkri og út í kirkjugarði, ég verð aldrei vör við neitt. Ég held að þetta sé svo friðsamt hérna. Já, það töluvert mikið gestagangur. Ég held að líði ekki sá dagur að það komi ykkur og þá gangi hérna fyrir framan bæinn og taki myndir og svona og svo á sumri koma náttúrulega mjög margir og alveg nógu margir því að það má ekki verða ekki nein massatúrismi hérna á þessum stað, það myndi ekki bera það. Þannig að þetta ósköp gott eins og það bara. Húsin á Keldum alveg einstök og árið 1947 tók Þjóðminjasafnið yfir. Húsin hægt að skoða yfir sumartíman frá júní og fram í ágúst en kirkjan í eigu safnaðarins og það viðeigandi að kveðja Drífu þar. Kirkjan var bændakirkja einmitt til 1947 líka og hér hefur verið kirkja frá sama tíma frá því á 12. öld og fyrst torfkirkjur og síðan var þessi kirkja sem nú stendur hér, hún var byggð 1875 og verður því 140 ára á þessu ári og afskaplega falleg kirkja og með fallegum gripum frá kaþólsku tíma og yndislegt guðshús. Kirkjubæjarklaustur heillandi staður og þar margt að sjá. Það því freistandi að fá uppskrift af dásamlegum degi til að senda héðan á sunnan og hana fáum við hjá fyrrum upplýsingafulltrúa og landverði sem reyndar líka lúðrasveit staðarins. Já, ég lúðrasveit staðarins. Ég spila baritónhorn og ég alls ekki einu tónlistarmaður á Klaustri. Bærinn fullur af hæfileikaríku tónlistarfólki. En ég hef ekki ennþá fundið
fleiri meðlimi með mér í lúðrasveitina. Þannig að þú ert bara einn? Ég er bara einn og mér finnst mjög gaman að spila bara einn leik. Hvort sem það er hérna heima eða niður í vinnu í upplýsingamiðstöðinni og þar er stórt svið. Þannig ég hef alveg haldið tónleika fyrir tómu húsi og nokkrum sinnum. Það er mjög gaman. En er það satt að það hafi komið fyrir að svo hafi labbað fólk inn og þú hafi bókstaflega verið kynnt sem lúðrasveit staðarins? Já, það gerðist reyndar í fyrra. Ég var að æfa mig og það var ekki fallegir tónar, sko. Ég var bara að blasta, bara búið til hávaða. Og þá gengu inn, sko, 3 ráðherrar sem voru að koma að funda hjá sveitarstjóranum. Og sveitarstjórinn kynnti mig bara sem lúðrasveit staðarins og ég var sem sagt að þetta væri bara svona standard móttöku. Móttökuvenjur. Við erum komin í kaffi til Auðar Hafstað Ármannsdóttur sem að býr ásamt strákunum sínum í gula húsinu á bakvið búðina. Og við heyrum strax að framburðurinn er ekki skaftfellskur, heldur nollenskur. Já, ég er svartalingur, alveg í húð og hár. Og upphaflega kom ég hingað austur í Skaftafell árið 2000. Þá sótti ég sem sagt landvörslustarf alls staðar á landinu, nema í Skaftafelli. Af því að mér fannst, ég bara hafði aldrei komið á Suðurland og fannst það ekki spennandi hluti af landinu. Og þetta Skaftafelli ekkert spes? Nei, ég vissi ekki eins og hvar hann var, sko. Þannig ég sótti ekki í Skaftafelli en var refsað að mér fannst með því að ég var sem sagt send þangað. Og mér fannst þetta fyrsta skipti sem ég kom hingað bara austur. Þá var úrhellisrigning og þoka eins og oft og mér leið bara alls ekki vel. Ég var bara grátið næst þegar ég keyrði hérna fyrst í rútu. En svo breyttist það bara strax daginn eftir og ég hef alveg bara fallið fyrir þessu svæði. Þannig að já, ég er búin að vera hérna svona á og til í sumarvinnu og svo er ég búin að vera búsett hérna núna á Klaustri í 2 ár. Manstu hvernig Skaftafell kom þér svo fyrir sjónir þegar þú sást það loksins? Já, bara eins og perlan sem Skaftafell er. Þetta er bara himnaríki, sko, á jörðu. Ef ég ætti að fá að ráða heilum degi fyrir einhvern, þá myndi ég senda hann bara hérna í bara góðan göngutúr í kringum Klaustur. Fyrst bara hérna upp á Klausturheiðina og hringinn og niður hinum megin við Klaustur og svo áfram niður í Landbrotshólana. Svo náttúrulega eru fullt af stöðum hérna bara innan við 10 km radíus sem er nauðsynlegt að skoða. Það er Fjaðrárgljúfur, það eru Dverghamrar og Foss á síðu og eins aftur niður í landbrotið, Tröllshylur og fleiri virkilega fallegi staðir. Myndi ég ná að sjá þetta allt saman á einum degi? Já, auðveldlega. Þannig að þessi heiði sem þú ætlar að senda okkur yfir, þetta er engin Helgadalsheiði? Nei, alls ekki. Og 8 tíma ganga? Nei, alls ekki. Þetta er auðveld ganga og þú þarft ekki að vera í góðu líkamlegu formi til að komast þetta. Þetta eru, held ég, allur hringurinn er 5 kílómetrar og þú ert rúman klukkutíma að ganga þetta. Það sem að leiddi okkur nú til þín var þessi skemmtilega saga að þú væri sem sagt hljómsveit staðarins. Já. En hérna á staðnum fréttum við svo að þú væri kannski frekar þekkt sem konan sem á engar buxur. Já, það er reyndar alveg satt. Ég á engar buxur. Ég er rosaleg kjólakona. Já. Og gengur það alveg hérna í fjalla- og jöklaferðum? Já, það gengur mjög vel. Og er þetta einhver ákvörðun sem þú tókst bara snemma í ævinni? Nei, ég hef alltaf, sko, ég fæddist í rauninu bara strákur og var bara, sem sagt, ofboðslega mikill strákur sem barn. Fyrsta kjólinn eignaðist ég bara þegar ég var 30, fyrir bara örfáum árum síðan.
og síðan hefur þetta bara orðið svona hálfgerð fíkn. Og ég held ég vissulega eigi bara svona síðasta talning leiti ljós ég ætti einhverja tæpa 90 kjóla og þetta bara gaman. Ef ekki fyrir tilstilli héraðsskólans þá væri ég væntanlega ekki til. Því að annars hefðu amma minn og afi væntanlega ekki kynnst þar sem þau byggu á sikkurum enda landsins. Það engu líkar en að liðnar gleðistundir gamalla nemenda í héraðsskólanum og Laugavatni hafi sest að í húsinu og leggið sitt að mörkum til að skapa það andrúmsloft sem að nýjir stjórnendur stemdu að og hafa náð á undraskömmum tíma. Þetta eru þeir Sverrir Steinn Sverrisson og Sveinn Jakob Pálsson, vinir úr verkfræðinni sem að vildu breyta til og halda út á land og hefja hostelrekstur. Amma minn og afi, þau voru nemendur hérna, eina fyrstu nemendunum. Afi minn var hérna frá 1929 til 31. Ólafur Þorláksson, hann var bóndi á Hrauni í Ölfusi. Bróðir hans, Karl Þorláksson, kom svo hérna einhverjum 2-3 árum seinna. Og sama tíma þá var amma mín, Helga Eysteinsdóttir, þá var hún nemandi hérna. Og Kalli bróðir hans tók hana með sem kaupakonu á Hrauni. Og þar felldu þau hugið saman væntanlega og lifðu það sem eftir lifði í hamingju og fylgta börnum sko. Þeir voru ekkert sérlega reynslumiklir í byrjun vinirnir. Þeir voru engir sérfræðingar í þrifum og rúmfattaskiptum og þá var gott að eiga góða að. Gott að geta hringt í mömmur og tengdapabba og nágranna og allt hefur þetta farið á besta veg. Við vorum sko bara 2 mestmegnis hérna fyrstu mánuðina. Þannig að gestirnir kannski vöknuðu á mótnana og þá vorum við upp að þrífa klóstinn. Svo vorum við komnir hérna í morgunmatinn. Svo vorum við að tjekka þau út. Svo að skipta á rúmum og gera herbygging klár fyrir næsta ránd. Og svo berandi fram einhverja súpu sem við byggum til. En svo hefur þetta þróast og nú erum við með flott starfsfólk hérna, alveg gríðarlega heppni með starfsfólk. Og nú erum við með lítinn mjög góða matseðil og bjóðum upp á matinn öll kvöld í hádeginu og á morgnana. Þetta er bara svona einhvern veginn gerst hratt en samt ekki of hratt sko. Við köllum okkur hostel því að við trúum því að þetta hús eigi að vera opið öllum. Við bjóðum upp á gistingu í ódýrustu plásunum, í mjög flottum svona dormum, þar sem það vart í kojurýmum eða öðrum. Og svo getur við farið í 2 manna herbyggi með sérbaðherbyggi, 2 manna herbyggi með sameiginlegri baðastöðu, 4 manna, 6 manna fjölskylduherbergi og eitthvað fyrir alla. Við trúum því að sama hvar þú ert í húsinu rankaður, hvort þú sért í kjallaranum eða upp á 3. hæð, næst Guði, að þá skal ég segja það mætast allir hér sem jafningjar. Það er engin æðri en maður en honum við hlið sko. Héraðsskólinn er vinsæll fyrir ráðstefnur og vinnufundi og nú þegar hafa verið haldin nokkur brúðkaup sem greinilega eru nýjum stjórnendum vel að skapi. Þeir eru líka áhugamenn heilbrigði hvers konar og námskeið sem að tengjast andlegum málefnum eru orðin fjölmörg. Þegar okkur bara garði voru Gyða Dröfn Tryggvadóttir og Kristín Sigurðardóttir að undirbúa heilsuhelgi sem þar standa að ásamt Margréti Birgisdóttur og mun bera yfirskriftina á heildina litið. Vonandi skemmtilegt ævintýri og svona rammi sem við erum búin að búa til og svo gerist náttúrulega ýmislegt út frá því en það er það sem við erum að huga að bæði líkamlegri og andlegri heilsu með því að bjóða upp á slökun fyrir háttinn, hugleiðslu á morgnana, jóga og síðan er það fræðslan sem að Kristín er með. Ég hef alltaf verið að kenna og alltaf partur af mínu starfi hefur alltaf verið að vera í forvörnum og heilsueflingu líka. Og það einhvern veginn small eitthvað saman þarna. Ég með fræðsluna, vestrænu læknisfræðina og Gyða með austrænu, vitneskjuna og Margrét Ali síðan með að taka okkur áfram með heilsumarkþjálfunina. En það er komið svo mikið óorð á streituna og við erum náttúrulega ekkert gerð til að sé alltaf í gangi. Þá tekur hún toll en
hún hjálpar okkur svo til þess að takast á við áskorunir lífs, kemur okkur á fætur á morgnana. Ef hún væri ekki til staðar, þá væri við ekkert hér. Við værim ekkert komin á Laugarvatn á þessum fallega degi. Við höfum sjálfsagt ekki farið úr rúminu í morgun. En það sem liggur að baki líka hjá mér ég sé svo margar afleiðingar þegar að fólk stjórnar ekki streitunni og hún verður að óvinn í staðin fyrir að vera í raun og veru vinur. Og þá fyrir hún að hafa heilsuspillandi áhrif, bæði andleg og líkamleg. Sko Laugarvatn, það sem í raun og veru í boði hér alveg þrælmagnað. Hérna erum við bara svona auðmjúkir nemendur lífsins að soga í okkur lærdóm og reyna að gera eitthvað heiðarlega og rétt og búa í rauninni til staða fyrir alla, bæði Íslendinga og útlendinga til að koma inn og upplifa hérna góða anda. Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS.